ég var svo næs morgun. Ég sem sagt, já, ég finn á mér að þetta verður kaotísk byrjun á vlogi. Ég sem sagt, eins og þið mögulega vitið, búin að vera að vinna rosalega mikið undanfarið. Ég í fullu starfi alla virkadaga og svo ég í helgavinnu líka. Og það hefur verið þannig núna í smá tíma, eða svona annars slagið, að ég að taka 2 helgar í röð eins og núna. Og byrja reyndar ekki fyrir en klukkan 5 í dag. Þannig að það er mega næs. Ég er búin að þurfa þennan dag svona til þess að, hvað ég segja, reorganize. Endurskipuleggja herbergið mitt. Og bara allt. Ég er búin að vera með svona verkefni eins og að fara í Rauða krossinn og eitthvað í geðlangan tíma. Og ég ætla að klára það í dag. Fara með djerfsloppi minn og saumastofu og eitthvað svona. Þannig að það verður dagurinn í dag. Mér datt í huga að byrja í dag að því að Stulli er að koma á morgun. Sem verður sjúklega gaman. Mjög spennt að sækja hann. Hann lendir reyndar ekki fyrir en sko 10 mínútur í 12 annað kvöld. En það er bara stemming. Það verður gott að fá hann heim. En já, ég er bara búin að vera að taka til í skúffum. Og endurskipuleggja að reyna að gera eitthvað pláss fyrir Grey Stulla þegar hann kemur. Ég kannski sýni ykkur, ég í peysunni sem ég var að prjóna í fyrsta skipti. Hún er sem sagt svona. Ótrúlega sæt, ég er svo ánægð með hana en af því að ég er ennþá beginner þá eru nokkru hlutir sem ég er ekkert alltof glöð með. En ég lagaði það í næstu peysu. Ég gerði bændoffið öðrum megin miklu fastar en hinum megin, þannig að það kemur svona sem er svo sem allt í lagi. En það passar ekki alveg við einhvern veginn axlirnar á mér. Minor thing. En hún er svo fín eins og þú veist yfir skyrtur og ég er mjög spennt að vera í sumar. Og svo var ég að byrja á næsta verkefni sem ég er ótrúlega spennt fyrir. Ég er í fyrsta skipti ever núna að prjóna svona prjónfestu pröfu, held ég að það heiti. En sjáu þið hvað þetta er flottur litur, ertu að djóka? Ég gat fengið allt í peysuna á Íslandi, nema þennan lit, af því hann er svona ombre eitthvað. Þannig að ég þarf að klára að gera þetta. Ég hef aldrei gert svona aður og veit ekkert hvað ég er að gera. En það var yndisleg stelpa að vinna í Maró í gær sem sýndi mér hvernig ég á að gera þetta. Við vantum bara málband. En já, ég þarf sem sagt núna að fara í Jysk að kaupa körfur. Við vantar körfur fyrir ýmislegt, þú veist, útiföt eða þú veist, hvað maður segja, fyrir húfur og vettlinga og eitthvað svona af því þetta er allt í lausu og ég get það ekki. Svo fer ég með sloppinn og saumastofuna og föt í Rauða krossinn. Og svo fer ég að hitta mömmu, hún er á leiðinni. Og svo fer ég að vinna. It's a crazy day. En já, ég ætla að taka ykkur með inn í helgina og eitthvað inn í næstu viku líka. Þetta verður kannski svolítið svona gloppótt af því að mér langar líka að taka eitthvað upp páskana en þeir eru náttúrulega ekki fyrir en í næstu viku. Þú veist, alveg næstu helgi. En við fyrir norður á miðvikudag eða fimmtudag og þá langar við að hafa myndaðalæðis með. Ok, Jyskferðin var success. Ég fann körfur og málband. Svo sendi Klara systir að það væri matur heima á sér þannig að ég var ekki lengi að hraða mér út úr Jysk og skella mig til hennar og mamma er mér sér komin þannig að let the day begin. Ok, góðan daginn. Myndavélinn þurfti náttúrulega sjálfsögðu að deyja í gær og ég fattaði ekki að taka upp úr síma minn. Hvað er hárið á mér? Ég er að fara að vinna, helgavinnuna mína og ég veit ekki hvernig er hægt að vera svona gleymin manneskja. Ég hugsaði í gær bara ok, ég verð að kaupa mér linsur á morgun, nei í dag af því að ég er á síðustu. Og var að fara í Smáralind, þannig ég er bara ok, perfekt, ég man bara eftir að kaupa þetta í Smáralind. Nei, þannig að nú er ég hérna klokkan korter í fyrir utan Lyfju í Lágmúla að setja mér linsur út í bíl. Bara greiðlega, eðlilegur hlutur.
En ég er sem sagt að vinna til 1 og þetta er náttúrulega blautt og fer þá að hitta mömmu og Klöru. Já, ég ætla að reyna að muna að taka upp þá. Jæja, plan dagsins breyttist heldur betur. Það er víst að skella á eitthvað óveður. Classic. Þannig að mamma þurfti bara að fara heim fyrr og kemst meira að segja ekki einu sinni í ferminguna sem hún kom suður til að fara í, sem er ógeðslega leiðilegt, en þetta er víst landið sem við kjósum að búa á. Ég er komin fyrir út á Kringluna og ætla að stökkva inn að athuga með körfur í söstrinni Greni. Við vantar eiginlega svona körfur til þess að geyma prjónadót, þannig að ég ætla að stökkva inn í söstrina. Mér finnst það svona líklegasti staðurinn. Looking like a snack. Ég vil ekki eins og taka myndaðarna frá allir á mér. En klukkan er 11:30. Ég er þreytt. It's way past my bedtime. Time it is. Let's go. Litrík í dag. Like it. Nú er komið að köku uppboði hjá Kvenfélaginu. Þetta er árlegur, ég er svo þreytt í þetta. Þetta er sjónað. Árlegur viðburður, það sem að kökur fara bara á 40 skall. Frá 5.000 skall. Já, jú. Við erum að segja hæstu. Já. Hæ, Verkís. Þannig já, við fylgjum spennt með. Föstudagurinn langi og ég er að græja mig til að fara út að hlaupa. Það er svo mikið sem brekkuæfing, þetta er óvakstætt hérna.
Það er sem sagt brekkuæfing hjá mér í dag og ég þarf að fara, þetta er nú bara 6 km æfing í heildina, 2 km uppbytun, 5-10 brekkuspreftir eftir lengd og 2 km niðurskokk. Svo er hádegismatur hjá Hrund systur og Ingólfi og svo er bara allir í sund. Það var ógeðslegt veður í gær. Eða svona, það var bara geðmikið snjókoma, svona slapp. Þannig að við vorum rosa mikið bara inni kvöldið því ég var að prjóna og mamma. Já, ég fór reyndar í mjög langan göngutúr. Við Stulli fórum að hlaupa í gær, svo fórum við í langan göngutúr, þannig að ég labbaði einhver 18 skref í gær eða eitthvað. Finn smá fyrir því í dag. En já, nú er bara að gíra sig upp og fara að hlaupa og ég get ekki beðið eftir að fara í sund. Sundlaugin í Hrísey er top tier. Næsta dagskrá er að fara í sund. Valdís er tilbúin. Það er alveg tíma á föstudaginn langar. Fyrirstafur hérna bakvið. Ekkert núna. Ég er þessu sveit. Eitt þarna bakvið. Þetta er teppinu. Já, þetta er borðinu. Já. Ég fann 4 egg. Já, flott. Við erum bara að leita í ógeðslega langan tíma og mamma segir þessu 8 egg eftir. Það er í bílskúr. Er annað eftir í bílskúr? Það er ekki mjög að vera þarna inni. Hvar? Bingo. Engi við veita. Ég hugsaði bara hvernig hugsa Patti. Ingo. Hákallaboxinn. Ég Patti það. Er þetta hopp? Nei. Þetta er skjörinn. Þetta er bara svona. Má vaflið? Þetta er greið það. Nei, þetta er ekki það. Árættar er bara. Má ég brjóta það eða það út í bara? Það er svona að brota höfum. Hér sjáum við eitt klassískt páskaegg að koma. Við ætlum að vera með brönns en ég held að við séum hætt við það í dag. Ég held að hann verði kannski bara á morgun. Ég held ég þurfa að fara í göngutúr eða eitthvað. Jæja, við byrjuðum morguninn á hlaupi. Ég, Stulli og Klara klukkan korter yfir 8 eða eitthvað. Sem var næs, en svo fór maður í páskaegg að koma, þannig að nú er það páskadagsgangan. Stutt og laggott, en fínt að fá súkkulaði og smá hreyfingu. Ég fekk páskaegg með 6 frá vinnunni og ég á ekki séns, sko. Það er alltaf stórt. En þetta er bara stemming. Ekki veður. Þetta er náttúrulega eitthvað annað. Aðeins og næs. Heyrðu,
Hver er dómarinn? Þú eða Friðrik?